Já, komið sæl. Eftir hlýindin yfir hátíðarnar þá erum við nú meira á kvölduhliðinni í lífinu. Það er frost mest allt land og þó það hafi nú verið kannski náð að hlána hér rétt sums staðar við suðurströndina í dag. En allir útlit fyrir það að það muni svona herða frosti til morguns og getur orðið dágott frost í innsveitum næstu svona 1,5 sólarhringi. En hvað var það svona stöðuna almennt séð þá eru nú þessar lægðir að halda sig fjarri ströndu landsins og jafnvel að loftþrýstingur fari hækkandi til morguns. Við ætlum að sjá það að það er nú svona nokkuð þéttar þrýstilunir yfir. Við erum að finna fyrir þessum vindi samhliða þessum kulda. Það mun þó draga úr vindi á morgun og hækkandi loftþrýstingur og einnig mun draga úr úrkomu norðan og austanast þegar líður á morgundaginn. Og kalt loft yfir landinu og verður það eins og áður sagði næstu 1-2 sólarhringana en síðan er lægð sem er að koma hér inn á Grænlandshaf og hún mun ýta hér að hlýra lofti og ekki munu nú þessi hlýja tunga hér gulleita ná til landsins. En á nærsviðinu þá sjáum við að það er norðaustlæg átt, hún er þetta 8-13 metrar á sekúndu og það hefur verið úrkoma norðan og austanlands í dag og núna klukkan 7 þá sjáum við að það var nú svona skýjað og úrkoma á köflum á þeim slóðum en sljákkar síðan og dregur úr úrkomunni og jafnvel að það muni draga úr vindi nokkuð víða land þegar svona líður á nóttina og morgundaginn og við sjáum hér upp úr hádegi að þá er nú að spáan ekki ráð fyrir að vera bara létt skýjað víða land nema ef kannski vera skildi með norðurströndinni sem og á norðurströndinni landsins þar sem getur enn gert lítilsháttar snjókomu svona staðbundið. 18 stiga frost á Hveravöllum og þetta er alveg líklegt að við sjáum þetta víða í innsveitum landsins, þetta 15 til 18 stiga frost og frost svona almennt séð nokkuð víða nema vera skildi hér allra síðst þar sem sjórinn getur gefið af sér aðeins meiri yl. Og í framhaldinu síðan fram til miðvikudags þá fara síðan þrýstilínur að þéttast hér yfir vestanverðu landinu á annað kvöld og bætir þá í vind, skil svona sem koma hér inn í myndina, þau virðast ekki ætla að ná upp að ströndinni en þó bætir í raka og úrkomu þá austanvert landið þegar líður á miðvikudaginn og jafnvel að hláni allan stund að sækja þá úti við austurströnd landsins. En að öðru leyti bjart veður að mestu leyti á vesturhelmingnum og síðan ætla nú svona að þessi raki að ná yfir á vesturhelmingi landsins á miðvikudagskvöld og jafnvel tíma geti gert snjókomu hér á suðvesturhorni landsins en það er svona verður að sjá hvernig það mun allt saman spilast. En allan á fimmtudaginn þá eru þeir bakkar hjá hér á suðvesturhorninu kannski skýjað allan og svona eitthvað fram eftir degi hér á Faxaflóa og Suðurlandi en á öðru leyti bjart veður að mestu leyti vestanvert landið en skýjað fyrir austan og það getur áfram snjóað eitthvað lítillega. Og á föstudaginn ætla síðan að halla aftur í norðlægri átt og þá kólnar aftur hjá okkur og jafnvel aftur góðar tækjast af frostatölur í innsveitum landsins. En í Evrópu þá sjáum við að það er nú svona snjóar nú svona lítilega nokkuð víða til að sjá að það er í Stokkólmi og Amsterdam og sem og víða hér þegar við komum hér til suðurs á Balkaskagan og það er gert ráð fyrir dagkori snjókomu morgun 10 stiga hita og rigningu í Róm en svona sólríkt að mestu leyti þó á Íberíuskaganum. Ekkert sérstakt veður á Kanarí á morgun, það er bæði dálítið vindur í þessu og getur ringt víða á köflum, sérstaklega þegar vestardregur á eyjunum, en í Norður Ameríka þá er lít og bjart í suðurríkjunum, en lægð hér við vötnum miklu er að gefa sér snjókomu og slittu nokkuð víða þar og slóður og svo ætlar rigna nokkuð duglega í norðvesturríkjum Bandaríkjanna sem á vesturströnd Kanada. En við skulum segja þetta gott að vera í dag, verið sæl.